Bína brúða. Á hverju kvöldi sofnar hún Bína á koddanum hjá mér. Að vísu lokar hún Bína brúða aldrei augunum en hún hlýtur að sofa eins og ég. Á daginn situr Bína upp á hillunum minni. Hún gætir sparibauksins míns þegar ég í skólanum. Og Bína brúða með appelsínugult hár og lopa. Einu sinni var mér gefin ný dúkka. Hún var með rokkið akrílhár, gat loka augunum og hún átti fullt af fötum til dæmis ballkjól og skíðagalla. Við Bína reyndum að máta eitthvað af þessum fínu fötum á Bínu. En hún komst engan veginn í neitt. Svo við pakkuðum þeirri nýju bara niður í kassan aftur. Okkur var alveg sama þótt Bína gæti ekki nota fínu fötin. Köflótti kjóllinn hennar svo ágætur. Einu sinni kom kona í heimsókn til mömmu. Hún var með lítinn krakka með sér. Hún setti krakkan inn í herbergið mitt. Og hann fór strax að gramsa í dótinu mínu og reif allt og tætti. Ég varð að bjarga dótinu mínu frá þessu skemmdarskríni. Þá öskraði hann hástömmum og konan kom hlaupandi til að hugga hann. Hún sagði að hann hefði svo gaman að dúkkum svo litli og tók Bínu brúðu ofan af hillu og lét krakkan fá hana. Svo fór hann aftur fram að tala við mömmu. Ég sá að Bína var ofsahrædd við strákinn. Aldrei hefur Bína fengið aðrar eins flugferðir. Lopahárið var farið að losna og ekki mátti meira mæða á saumsprettinu á tánni. Nú var mér nóg boðið. Ég tók Bínu brúðu af stráknum. Hann öskraði. Kona kom auðvitað hlaupandi. Hvers slags þetta eiginlega? Spurði hún. Má barnið ekki einu sinni hafa þessa dúkku druslu? Nú áttu nú að dótinu stelpa. Ég hélt ekki að þú væri svona nísk. Ég var dálítið skömmustuleg þegar mamma kom. Hún spurði hvort ég geti ekki lánað drengnum eitthvað dót sem hann geti leikið sér að fram í stofu hjá þeim. Mér var að vísu skapi næst að lána þessum krakka bjána ekki neitt að dótinu mínu. En fyrst mamma bað mig. Ég hagræddi Bínu á púða, svo hann geti jafnað sig. Strákpottormurinn varð alltaf því hátilegur á svipu þegar ég opnaði kassan. Ég held bara hann að vorði hálf feimin. Undrunar svipur kom á konuna og hún stamaði út úr sér. Ætlarðu að lána honum þessa dúkku? Mamma sagði að hann skildi koma fram og skoða all fötin í kassanum. Við Bína urðum fegnar þegar pottormurinn fór fram. Við þurftum að tala dálítið saman sem enginn mátti heyra.